Sportþátturinn Mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það nú heldur betur búið að vera veislan helgina og það var Íslandsmóti í bortinni sem að fór fram núna í hérna Frostaskjóli og það var nú heldur betur margt mannið þar og já, á línunni er ég komið með nýjasta Íslandsmeistara Kolfinnu Bergþóru Bjarnadóttur sem að var að sigra verða Íslandsmeistari í fyrsta sinn. Heil og sæl. Hæ. Og til hamingju með titilinn. Takk fyrir. Herri, aðeins að svona sjálfur þú ert hákáingur eða ekki? Jú. Já. Og hvernig er svona stemningin í Kópavoginum fyrir bortennis? Ja, þetta er náttúrulega vantar alltaf fleira fólk, skilur en þetta er alltaf sama fólki sem er að æfa saman og svona niður í háká, sko. Já, okkur. En, já, hvað ert þú búin að æfa bortennis lengi? Ég byrjaði 2010, ég var í 10 ára, var allu búin að æfa síðan. Já, þannig að þú ert búin að fyrst, þú ert í dag, hvað, 17 ára? Eða? Já. Já, þannig að það er ekki verið að vera, já, komið með að vera orðin Íslandsmeistari bara aðeins 17 ára gömul? Nei, það var ekki svo slæmt. Nei, nokkulega. En, já, mótið sem fór fram helgina, þetta var má segja, það var ekkert vita svona fyrirfram hverju myndu vinna hvorki kvennamegin nýja kallamegin. Nei, svo sem ekki, sko. Það var svona náttúrulega aðeins, þú veist, Maggi Ká er náttúrulega aðeins sterkastur í kallaflokknum, sko. Og hefur verið það mjög lengi en hann er ekki mun að taka þátt að senda keppni tímabili. Svo núna er hann bara koma fyrir sterkir tilbaka, sko. En í kvennaflokknum þá var það ekkert vita, sko. Það var bara 50-50. Æ, og þú vannst þarna Aldís Rún Lárusdóttir úr KR í úrslitaleiknum og já, hvernig svona spilast þessi úrslitaleikur? Það hefur ekki verið neitt stress í þér? Ég var nefnilega alveg rosalega stressuð. Þetta var náttúrulega stressandi. Mér langaði rosalega mikið að vinna, sko. En það ég fylgdi bara fyrst af mér og fara leikinn. Já. Maður, já, það sem maður sá af þessu, þá, já, léstu vel í þér heyra í hvert skipti sem að þú náðir stiginu. Já. Er það svona sem gefur þér auka kraft? Já, bara peppa sig áfram, skilur, það hjálpa mér mjög mikið. En hvernig svona fannst þér mótið yfir heldinu? Þú náðir líka eða ekki silfur í tvendaleik? Jú. Já. Já, það var gaman, sko, sterk keppni þar og þar akkurat var ég og Daði Freyr sem var Íslandsmeistari í fyrra, kepptum saman þar, endum úrslitum á móti Aldísi og Daví Jónssoni. Já. Og töpum þar 3-1. Já, þannig að þetta hefur verið hörku keppni? Já, algjörlega. Já. En hvað er næst á dagskrá hjá þér núna? Núna er æfingar á fullu að byrja með landsliðinu, sko. Og við erum að fara, það er Arctic Open og smáþjóðleikarnir og Evrópumótið og svona. Já, þannig að það vantar ekki dagskrána hjá þér? Nei. En já, það er náttúrulega búið að vera mikið mótið upp á síðkastu. Þetta er búið að vera eiginlega næstum hver helgi núna, já, síðasta mánuðinn? Já, það er búið að vera mikið að mótum þessi mánuði. Það búið að vera alveg að fullu. Það er gaman eitthvað. Já. En hvernig er svona hjá þér sjálfu, hvað æfirðu oft bortennis? Í viku? Já. Við erum æfingar 3 í viku. Og svo oftast auka æfingar á miðvikudögum eða föstudögum eða eitthvað svoleiðis. Já. En hvernig er svona, eru margir að æfa í HK? Nei, ekki HK, sko. Við höfum verið eiginlega bara sama fólki eiginlega bara síðan ég byrjaði, sko. Í sem sterkustu, við erum náttúrulega alltaf að fá inn nýja leikmenn, sko, sem byrjandi bara. Já. En við erum alltaf sömu sem eru komin í aldrei betri flokkana, sko. Já, náttúrulega. En hvernig er svona, ef þú horfir í flokkana, þú veist, það var náttúrulega kallamegin, það var mikil spenna, Magnús K. Magnússon sigraði það, náður eitthvað að fylgjast með því? Já, það var, ég náði ekki fylgjast náðu vel með, sko, en ég sá náttúrulega inn á milli hvað var að gerast og Maggi K. var með allan tíman, sko, hann vann þetta bara mjög örugglega, 4-0. Já, nákvæmlega. Og svo var það náttúrulega, já, þú varst í tvíleðileik kvenna, náður eitthvað að sjá það? Já, ég náði að sjá það. Ég keppti ekki í tvíleðileik kvenna, en já, það var hörku úrslitaleikur, sko, sem fór í 8-3-2 fyrir Bergrúnu og Ástu. Já. Og það var hörku leikur, sko. Þannig að þetta er alvöru keppni? Já, algjörlega. Já. Og svo var það náttúrulega í tvíleðileik karla, það voru, já, Kári og KR sem að sigruðu Magnús og Daða, eða ekki? Jú, það var hörku leikur, sko, það var mjög flott. Hann fór líka í 8, sko. Já. Og já,
þetta var gaman að þessu líka. Gaman að sjá, svona því að Kári er 2 árum yngri en ég, sko. Gaman að sjá að yngri keppendur eru að ná svona langt og standa sig svona vel. Okay. En þú segir að það eru smáþjóðleikar og hvað fleira sagðir þú framöndan hjá þér? Það er Arctic Open sem er þess Ísland, Grænland og Færeyjar sem keppa, landsliðir þar. Og hérna smáþjóðleikarnir og liðakeppni fyrir Evrópumóti. Já. Þannig að það er nóg að gera hjá þér núna eins og maður segir. En já. Hvernig hefur þið svona fundist þróunin borðtennis núna á Íslandi frá því þú byrjaðir? Já, það er náttúrulega sumir keppendur svona sterkust leikmennir eins og Eva og Lilja. Það er stilt út, sko, en svo er náttúrulega ennþá Guðrún og Aldís og þannig að þetta er bara ennþá alveg hörsku keppnið alltaf, sko. Hefur vantað svolítið stelpur í borðtennis? Já, svolítið svona, það er náttúrulega vantað alltaf fyrir stelpur í borðtennis, sko. Þú veist, ég held að sé eitthvað margar sem hugsa það að fara að byrja, sko. Ég byrja akkur út að pappi mig var að sjálfa, en vantar alltaf aðeins fleiri stelpur. Þannig að þú hefur náttúrulega ekki fengið neitt val og ertu ekki að vinna pappa þinn þá í dag? Já, get ekki sagt það, hann kann einum og vel á tæknara mína, hann busta mig. Auðvitað, hann passar sig upp á það, þú fáir ekki að læra eitthvað nýtt. Já. Og hann þjálfari ennþá í dag eða? Já, hann þjálfar með ennþá. Verslegt. En hvað svona, nú er þetta ára svona tímabilið að fara að klárast, en þú býst við því það ekki að koma sterk inn aftur á næsta ári og verja titilinn? Jú, það er alltaf planið, sko. Já, og ætlar að halda honum svona næstu 15-20 árin eða ekki? Jú, það fara engin annar að vera í Íslandsmeistari núna. Nákvæmlega, líst vel á það. Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju með titilinn. Já, takk fyrir það. Bestu þakkir. Ok, bæjá. Já, Íslandsmótið fór fram helgina og það var hart barist í öllum flokkum og við förum svona við helstu úrslit. Við höfum náttúrulega eftir að taka eitt viðtal í kvöld aftur við Kára Ármannsson sem var Íslandsmeistari í tvílaleik karla og nafna sínum Kára Mímisinni. En það var víkingurinn Magnús K. Magnússon og hákáingurinn Kolfinna Bjarnadóttir sem urðu Íslandsmeistarar. Magnús K. varð Íslandsmeistari í 3. sinn á síðustu 4 árum en þetta er fyrsti Íslandsmeistaratitil Kolfinnu sem við vorum að tala við núna. En Magnús vann Kára Mímisson og K.R. í úrslitaleikunum sem fór 4-0 fyrir Magnús og Íslandsmeistarinn frá því fyrra, Daði Freyr Magnússon, hann tapaði undanúrslitum á móti Kára Mímisinni. En Kolfinna Bjarnadóttir, hún vann Aldísi Rán Lárusdóttir og K.R. í úrslitaleiknum hjá konunum. Aldísson var í palli í öðrum flokkum en hún fékk gull í tvendaleik og silfur í tvílaleik. Og velunum skiptust á milli filmfélaga HK, KR, BH, Víking og Dímon en keppnin í ár var mest spennandi í mörg ár og það mátti sjá einmitt á stemningunni þarna í KR heimilinu og það var nú þannig að Íslandsmeistari í tvendaleik urðu Aldísson og Davíð Jónsson og KR og svo Íslandsmeistari í fyrsta flokki karla Tómas Sjeldon og BH. Íslandsmeistari í fyrsta flokki kvenna var Auðutinna Aðalín Bjarnadóttir og KR og Íslandsmeistari í öðru flokki karla var Karla Klassen úr KR og Íslandsmeistari í öðru flokki kvenna var Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir. Held í nóg, við heldum áfram sportbakkanum og það er annað bortennisvitar á leiðinni klukkan korter yfir 10. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM í sjónvarpi Símans.